Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jú, sportþátturinn með ykkur hérna en þá á þessu mánudagskvöldi klukkan orðið 10:10 þannig að dýrðarinn að mánudagskvöld 9. september og við erum að skella okkur núna aðeins í líkamsræktina, það held ég nú og það er einn flottasta líkamsræktarstöð landsins, náttúrulega staðsend hérna á Selfossi og það er sportstöðin hérna á Selfossi og ég kom með eigandan á línuna, það er Anna Einarsdóttir, komdu sæl og blessuð. Hæ. Hvernig hefur það? Bara rosalega gott. Þú kemur vel undan þessu sumri eða ekki? Jú. Já. En þú? Jú. Alltaf þarf það að setja mig hérna út í hotn hérna í viðtölum. Já, ok. Já. En hérna, nú er það ekki komið svona haustaskrá hjá okkur? Jú, allt komið á fullt. Já. Og hvað er svona helsta sem er í búði hjá okkur núna? Það er náttúrulega bara öll námskeiðin okkar, þau eru farin af stað, ný stundatafla. Þú veist, það er bara allt sem að fór frí og fór svolítið í stopp í sumar eins og öll sumir, það náttúrulega er allt komið af stað aftur, allir skólarnir að byrja á svona. Já. Og þið eru náttúrulega með, að mér skildist þið ekki eitthvað svona skólatilboð fyrir námsmenn? Jú, við erum alltaf með skólakort á tilboði fyrir námsmenn bæði í menntaskóla og háskóla. Og það hefur verið vola vinsælt. Já. Og svo er þið konum með eitthvað nýtt hérna sem heitir Vildaklúbburinn? Já. Og það er ekki að fara til útlanda? Nei. Safna punkta á fara til útlanda. Já. Nei, það er ekki svoleiðis. Mér datt bara í hug að fá svona svolítið samvinnu við önnur fyrirtæki á svæðinu. Það er reyndar eitt fyrirtæki þarna í Reykjavík líka, en mér fannst svona dálítið vanta að fólk væri að sækja þjónustu hérna í Árborg og ákvað bara að fara í samvinnu við fullt af fyrirtækjum sem mér datt í hug. Það er reyndar fullt af frábærum fleiri fyrirtækjum sem ég á eftir að tala við, en og fá bara svona afslætti fyrir okkar fólk. Þú veist, svo fólk væri ekki að keyra í bæinn og kaupa íþróttaföt og þú veist, eins og fólk oft vill gera. Þannig að þú ert eiginlega bara komið með allt í staðar hérna, íþróttaföt og fleira til? Já, bara mat og bara ýmislegt, snyrtstofur og alls konar. Þetta er bara þessi ótímabundni vísasamningur sem eiginlega flestir af okkar kúnnum eru í. Þetta er svona ódýrasti kosturinn okkar fyrir utan skólakortin. Já. Og þá ertu bara að borga visst mánaðargjald. Færið alla líkasræktina innifalið, allan aðgang af öllum opnum hóptímum, afsláttarnámskeiðum og allt svoleiðis. Og færið svo svona Vildarklúbbskort og færið afslætti út allan bæ. Já. Og það eru ennþá fyrirtæki að bætast í hópinn. Fullt af fyrirtækjum að hafa samband og svoleiðis. Og þetta er nú ekki dýrt að fara í þennan Vildarklúbb, eða? Nei, mér finnst ekki með að við hvað þú færð. Þetta er 4.500 á mánuði. Já. Og og það er náttúrulega allt innifalið í þessu. Þannig að fyrir fólk sem hefur hugsað sér að vera í líkasrækt og ætlar alltaf að stunda það aðúslegist, þá náttúrulega finnst ég ekkert mál að binda sér svona og koma í vísasamning. Og það eru, þú veist, fullt af fyrirtækjum inn í þessu og þú getur fengið afslætti út allt. Já. En svo eru þið með fullt af námskeiðum og hvaða námskeið er svona vinsælast hjá ykkur? Sko, þau eru náttúrulega öll rosalega vinsæl. Já. Og þau eru náttúrulega svo misjöfn eins og þau eru mörg. Við erum með konunámskeið og karlanámskeið og böttlitt námskeið mástu. Þið fannst nú gaman að tala um það í fyrra. Já, böttlitt, þetta hljóma skemmtilega, sko. Já, þetta hljóma mjög skemmtilega. Þetta er líka mjög skemmtilegt. Og svo erum við náttúrulega með bootcamp og þú veist, bara allt það gamla og góða og nýja og alls konar bara. Karlaþrek og Karlaþrek hjá Guðfinnu, alltaf rosalega vinsælt. Já. Hún tekur karlana alveg í gegn hann niður í kjallaranum. Og þeir þóra ekkert að mótmæla henni? Nei, og við erum búin að setja upp svona risakaðla, þú veist, til þess að hrista. Þú veist hvað það við? Já. Nei, þú veist það ekki. Ég ætla ekki að fara að útskýra það hérna í gegnum síman. Já. En það er allavega, þú veist, nóga nýju steffi í gangi og ógeðslega gaman og ég hvet alla til að koma bara og kíkja og það er ókeypis vikupassi fyrir alla sem hafa ekki komið og æft hjá okkur.
Þannig að bara allir sem að hafa einhvern áhuga að koma og skoða og jafnvel pröfa, þú veist, bara endilega ekki hika, bara koma og fá í ókeypis viku. Já, og þá ykkur sem leiðbeinir manneskjunni í gegnum þetta? Í þessa viku? Já. Sko, það alltaf hægt að leita aðstoðar. Það eru allir svo yndislegir að það niður í stöð og þú veist, það er svo samrýndur hópur en þú veist, samt allir velkomnir og það hjálpast allir á og fullt af fólki til dæmis þegar ég er að vinna í Ágústlandi sem að kemur og spyr mig og við mér slegt og svona en ef þú ætlar að fá þér enga þjálfara þá náttúrulega þarftu að kaupa það. Já. En það fylgir reyndar kennsla á salin og tæki í eitt skipti ef þú kaupir kort. En við erum með svo mikið af frábærum einkaþjálfurum sem að vinna við þetta náttúrulega fullt starf og eru menntaðir og þaulvanir og sumir nýútskrifaðir og svoleiðis og það er ekkert mál. Sem alveg við hugan við þetta sem sagt. Já, sem að bara, þú veist, eru bara að lifa og hrærast í þessum heimi. En þú mælir það ekki með fyrir svona byrjandur það ekki að leita sér einmitt aðstoð og fara sérstaklega líka einmitt að taka einkaþjálfara því að það er alveg þess virði upp á líka bara líkamann að gera til þess að sleppa við meiðsl og fleira. Já, og líka bara, þú veist, kannski gefa sér það bara í gjöf að fara til einkaþjálfara í mánuð. Þú getur meira þess að fara með maka eða vinkonu eða vin. Það eru 2 saman, þá er kostnaðurinn minni og bara einhvern veginn, þú veist líka, já, að læra þetta og ef þú vilt bara vera í mánuð, þá er það samt einhver reynsla og lærdómur sem þú tekur með þér bara áframskilur, þannig að þú getur haldið áfram að æfa bara einn. Já. En þú getur náttúrulega líka alveg komið og farið bara í tíma eða námskeið, þú veist, þar færði náttúrulega kennslu. Já. Og svo það er alltaf hægt að fá aðstoð. Já. En eitthvað námskeið núna í boði sem ekki orðin yfirfull eða hvernig er staðan á því? Ég hef nú ekki með möppina fyrir framan með akkurat núna. Þau eru eiginlega öll byrjuð. Það er ennþá einhver pláss í kjólinn fyrir jólin af því að það er ekki byrjað. Já. Það er rosalega sniðugt nýtt námskeið sem að nýr einkaþjálfari hjá okkur er með. Nýútskrifuð, brakandi fersk. Hún ætlar að bjóða upp á námskeið svona fyrir konur sem heitir í kjólinn fyrir jólin og svo er hún með svona keppni sá sem að missir mest og vinnur keppnina fær innleggsnótu í Gallerí Óson til að kaupa sér kjólinn fyrir jólin. Já. Það er nú ekki verra maður. Nei. Og svo er alveg pláss á, þú veist, eitthvað af þessum námskeiðum. Ég held að lífstíll hjá Heiðrúnu sé nú alltaf yfirbókaður og langur biðlisti. Námskeið sem er búið að vera í gangi lengi og alltaf mjög vinsælt. Ég held að bestlisti sé líka fullt. Nei. Það var það allavega að síðast sér í athugaði held ég, en það gæti alveg, þú veist, einhver hafa dottið út, þannig að ég maður gera bara hringja og athuga. Já, getur maður ekki bara komið og horfa á? Kannski að þú spyrð Fríðu mjög, allavega. Já. Eða þú getur falið inn í kústaskáp. Já, ég fer með þar. Nei, það er nú ekki í lagi. Herru, en þið opnið snemma mótnana og eru með opið sko alveg langt fram eftir kvöldi þannig að það er eiginlega engin afsökun að það hafa ekki tíma. Nei, gestur minn, það er nefnilega ekki afsökun. Herru, gestur minn, já. Þannig að þú fær bara að mæta. Já. Mitt? Nei, þú veist, já, við opnum 5:10 á mótnana. Stundum fyrr. Já. Og og lokum sem sagt mánudag til 5:00, 9:30. Já. Og svo 8:30 á föstudögum. Svo er helgaropnunin 9:00 og 10:00. Já. Og fólk svona, sem að byrja í ræktinni, það náttúrulega getur komið þarna hvenær sem vill fara að kynna sér starfið og byrja svona á einhverju programmi. Já. Og það er alltaf opið mitt frá 9:06 til 9:30. Getur fólki komið bara hver sem og tala við ykkur og... Já, það er alltaf velkomið og það má alltaf koma og labba í kring og skoða og ég tek ofta móti fólki sem að koma í fyrsta sinn og sýna þeim allar 3 hæðir, þú veist, það er náttúrulega að þetta á 3 hæðum og fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvað þetta er stórt í raun og veru. Það heldur alltaf bara að sé þessi fyrsta hæð en svo erum við náttúrulega með risakjallara á efri hæð. Já, nákvæmlega. Það er alltaf allir velkomnir að koma og labba og einmitt fá annan viku passa ókeypis. Og já. Og maður gera líka fyrir bara íþróttafólk sem í handbolta og fleira að ná sér að auka æfingu þarna? Já, við erum alltaf með alveg fullt af afreiks íþróttafólki og fólki sem að stunda aðra íþrótti hjá okkur, sko.
fullt af fótboltafólki og handboltafólki og allir bara. Já, nákvæmlega. En Anna, einast þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og það upplýsingar eru allar eða ekki inn á Facebook síðunni hjá okkur sportstöðin? Jú, Facebook síðan okkar svona eiginlega besti kosturinn. Ég pínu klaufi að uppfæra heimasíðun okkar. Já. Þannig að ég myndi bara fylgjast vel með okkur á Facebook. Og svo náttúrulega bara endilega koma við niður í stöð. Selfoss ekki stór bær. Nei. Ekki langt að leita. Og staðsettingin fer ekki fram hjá neinum? Sumum. Já. Sumir halda sér sólningarninni, labbinn og rétta með dekki við borðið. Jæja. Þannig að þú tekur við því það ekki? Nei, hingað til. Nei, nákvæmlega. En Anna Einarsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og svona rétt áður en sleppi, ert þú ekki ennþá alltaf í fitness eða hvernig staðan á því? Já, jú, ég í niðurskurði núna. Já. Stefna á ég að keppa. Það eru 9 vikur í mót. Já, þannig að... það eru reyndar fleiri niður í stöð sem að stefna á ég að keppa. Og veistu eitthvað hvað þið verið margar hérna frá sportstöðinni? Nei, ég ekki með tölu á því akkurat núna. Ég held við verðum ekkert svo margar. Nei? Þó eitthvað? Já, ég og Fríða, einkaþjálfari. Og Katrín, fótboltastelpa, hún reyndar nýflutt í bæinn. Já. Svo held ég að allir hinir séu hættir við og alltaf keppa páskana. Já, nákvæmlega. Og sumir eru svona detta inn og út og hætta við og þetta oft svona. Já, inni. Anna, svona síðasta spurning, hvernig fer Ísland-Albanía í fótboltaleiknum á morgun? Hvað þeir eru? Hvernig fer Ísland-Albanía í landsleikurinn í fótbolta á morgun? Fótbolti, hvað það, Gestur? Er það eitthvað hún á brauð, eða? Já. Er það eitthvað hún á brauð? Já, ég bara spyr hvernig leikurinn fer. Hann bara fer vel. Já, það allavega smjör á brauðið þá. Já. Já, einmitt. Áfram Ísland. Áfram Ísland. Takk fyrir þetta, Anna, og hvet alla til þess að kíkja við í sportstöðinni. Já, takk fyrir að hringja. Takk sömuleiðis. Ok. Bye. Bye. Já, við höldum okkur áfram í íþróttunum. Við ætlum að næst að fara í körfuboltan. Það Sverrir Þór Sverrisson, þjálfari Grindavík, Íslandsmeistarana. Og hann ætlar á línu eftir smástund og hann líka harður púlari, þannig að hann verður ábyggla mjög monti með enska boltan og vill ábyggla tjá sig við það. Og við ætlum líka að spyrja hann aðeins út í íslenska landsliði knattspyrnu og fleira til. Þannig að farið ekki langt og svo það spænski bolti sem tekur við eftir það í knattspyrnunni. Þannig að það boltinn framundan og fleira til, en eins og Anna kom inn á þá alltaf opið í sportstöðinni frá 9:50 til klukkan 9:30 og endilega kíkja þar við og skoða aðstæður og endilega hreyfa sig í vetur. Þið hafið svo gott að því.